Nú þegar við erum búin að setja inn alla myndirnar, þá höldum við bara áfram hérna niður á næstu blaðsíðu, þar sem við sjáum hérna hvað mun breytast. Þá sjáum við að þar þetta þessi tala hérna og neðanmálsgreinin. Þetta ekki eins flókið eins og maður gæti haldið, heldur förum við hér, smellum hér fyrir aftan orðið 21. öldinni, aftan við punktinn, þannig að þar blikki pendillinn. Síðan förum við hérna inn í references, alveg svo við gerðum þegar við fórum í efnisyfirlitið sem er hér, nema núna veljum við hérna insert footnote, því að neðanmálsgrein footnote á ensku. Og þá sáum við, hérna kom tölustafurinn og hérna kom pláss fyrir skýringuna. Þá ætlum við að velja þetta hérna, þessa setningu, við byrjum að smella fyrir framan hana og halda og draga hér yfir allt og við getum annarkvort smellt hérna og haldið og dregið þetta hingað niður eða þá að við getum satt Ctrl+X og þá hverfur allt, smellum hér og segjum Ctrl+V til að líma. Þið sjá að hér var einn auka lína, þannig að við ætlum að eyða henni með þetta íta hérna backspace-takkan og við ætlum að draga yfir þetta hérna aftur og við ætlum að minnka þetta, við þurfum að fara hér í Home, við ætlum að minnka letri niður í svona cirka 8 púnta, 8-9 púnta, það er svona smekksatrið. Það hafa þetta bara í 8 punktum, hafa þetta vinstri jafnað, þið sjá að hér þetta jafnað þannig að það sé jafn bæði aftan og framann, við ætlum að hafa þetta bara vinstri jafnað, þá sjáum við að þetta er í 2 línum sem er óþarfi, þess að smellið hér fyrir framann sérrit, smellum og svo að því að vantar bilu eftir punktinu þá íti á bilu, þannig að þá er allt komið á sinn stað. Eitt eftir í sambandi við þetta, að þið muni eftir stílsniðana þegar við vorum að setja inn fyrirsagnar og það allt, nú ætlum við að búa til stílsnið sem að tekur þetta útlit, þannig að þá gerum við það með því að smella hér og draga yfir þessa setningu sem er komin með réttu stillingarnar, það er að segja vinstri jafnað og í þessari leturstærð og þá þurfum við að opna aftur hérna gluggann fyrir stílsniðin, förum hér í styles og í litlu örina hér og til þess að búa til nýtt stílsnið þá sjáum við að það eru 3 kassar hérna niðri, við smellum á þennan sem er lengst til vinstri, þar sem að myndast svona new style orð fyrir neðan ef að við höfum pendilinn nógu lengi þarna yfir, smellum á það, þá kemur upp þessi gluggi og þið sjáum að hérna er forritið að sýna okkur hvaða útlit er á þessu, það er minna letur heldur en allir hennu og við ætlum að skrifa bara, eina sem við þurfum að gera er að skrifa hérna neðanmálsgreinar. Maður ítir OK og þá sjáum við að þetta nýja stílsnið er komið hér inn.